Við hefjum þann fund á 9 og forseti ætlar fyrst að lesa hér eina setningu sem féll niður í bókun bæjarfulltrúa L-lista frá Stefáni Ómari Jónssoni. Þar á að bætast við bókunina þessi setning. Að lokum eru ítrekar þakkir til þeirra fjölmörgu starfsmanna bæjarins sem komu að undirbúningi þessara fjárhagsáætlunar. Síðan ætlar forseti að gefa bæjarfulltrúa M-lista Sveini Óskari orðið til þess að leiðrétta þau atriði sem að hann búinn að setja inn í sína bókun sem ég nú þegar búinn að lesa, þannig ég ætla að biðja þig að rétt að tæpa þeim orðum sem þú breyttir. Þú ert búinn að senda hana inn hérna og hún fer rétt inn til þess að fólk fá að heyra það sem að horfa á þetta hverju breytt. Takk fyrir forseti. Já, það kom ábending sem var ágætt og varðaði það til að hafa þetta í samræmi við ásetningin og orðalagi þar, þá átti að standa bara vaxtagjöld og verðbætur, það eru undir fjármagnsgjöldum. Þannig ég hefði bara vaxtagjöld og verðbætur nema nú 628 til 686 milljónir og þetta stefnir í að vera 840 til 862 milljónir 2024 og svo setti ég inn þarna í dag nema heildarskuldir og skuldbindingar sveitarfélagsins eða yfir 1,3 milljónir á íbúa. Þetta nú breytingin allt og sumt, þetta svona fín stilling sem bara hið besta mál, en ég gæti þurft að senda þetta aftur bara út af í staðið fyrir að setja milljónir hérna í fyrstu setninguna milljónum. Takk annars. Eða ritarinn má laga það þá? Já, ritarinn getur lagað það. Já. Þannig að þetta er komið þá til skila og fer þá svona rétt eins og þú vilt hafa þetta inn í fundargerðina. Nú er klukkan korter í 8 og það er komið að því að taka fundarhlé. Það er 20 mínútur, þannig að 5 mínútur yfir 8 hef ég fund að 9 og hittust heil þá.